Velkomin í Að vestan. Í kvöld ætlum við að kíkja með okkur í Guðrúnarlaug í Dalabyggð. Við förum og skoðum verkefni á Breiðabliki á Snæfellsnesi og förum svo alla leið út í Flatey og skoðum hvað er verið að gera þar. En byrjum á að skoða myndir. Við vorum Danna á Hákoti hérna á Akranesi og heyrum af öllum þessum myndum hérna á bak við mig. Hús eru Danna í Hákoti afar hugleikin, enda hefur hann rekið fasteignasölu í 25 ár. Fasteignasalan hans er veggfóðruð frá lofti að gólfi með fallegum og fjölbreyttum listaverkum á húsum tengdum Akranesi. Allar þessar fallegu myndir, getur þú sagt mér söguna á bak við þær? Já, sagan bak við þessar myndir eiginlega byrjar, kringu 2006 þegar við erum að fara í þetta húsnæði hér. Þá eru myndir sem að þessum vegg hérna, sem eru svona upphaf af þessu. Þá var ég að selja fyrir krakka hérna á Sunnabraut og sá voðalega fallegar myndir på vegg hérna, spurði það sem gerði hvort hún var að selja myndir og hún sagði já, þannig ég tók þær báðar og eftir það fekk ég þess að flugu hausinn að væri nú sniðugt að safna myndum eftir skagalistamenn og svo hefur þetta bara svona frá þeim tíma svona verið að detta inn eina árið eða þannig meira eftir svona hvað er að ske. Bæði hefur verið að kaupa myndir af fólki á sýningum, beðið fólk að mála fyrir mig einhverja mynd, það ræður hvort að mála eitthvað tiltekið hús eða bara konseptið hús. Og stundum eins og þessu tilgi hérna, þá mátti ég velja hérna eina af þremur, en þær voru svo fallegar að það var ekki hægt að velja á milli, þannig að það voru teknað allar. Og þessi, þegar hann var að mála til 93 ára aldurs, féll frá bara á síðasta ári, skipstjóri sem hætti á sjónum og fór bara að mála. Það er svolítið merkilegt, þetta er ekki allt listamenn sem að mála? Alls ekki, þetta er ekki sem að gefa sig út sem listamenn, heldur þetta er bara svona frístundamálari mikið til. Þannig að minnst af þessu er eiginlega svona, eins og við segjum, listamenn sem eru að staðaldra í því að mála. Þetta er mikið bara svona, já eins og ég segi, þetta eru rennismiður og málarar og bara iðnamenn og bara húsmæður. Skipasmiður eða ekki? Jú, bara allur bækinn, þannig að þetta er mjög gaman að því. Og líka annað sem er gaman að þessu er það að sum þessu hús eru farin annarkvæmt bara búið að rífa þau eða flytja þau. Þetta hús hérna til dæmis. Þetta er veitingastaður á Grundarfirði, Bjargarsteinn. Það er vinir okkar, við erum búin að fjalla þau. Þannig að þetta er gaman að því Er algengt að fólk sé að flytja svona gömul? Svona gömul hús, já. Það er svolítið, við hefum ekki verið nógu duglega að gera þau upp, en við hefum samt eins og þau hafa verið flutt til, en þá hafa þau stundum verið gerð upp ekki gamla mátanum, heldur bara breytt. Það er kannski svolítið slæmt. Já, það er ekki haldið upp alveg. Nei, við eigum kannski ekki alveg nógu mikið hérna á Skaganum af fallegum, gömlum uppgerðum húsum, en það er samt til. Og alltaf virðingavert þegar það er. Hvernig tekur fólk í það þegar þú biður það að mála? Nú, það er bara mjög misjafnt. Ég meina, stundum gengur það hratt og vel fyrir sig og það er komið jafnvel bara næstu viku eftir. Ég hef verið að bíða hérna alveg upp í 6 ár eftir myndum. En það er bara jákvæmt, það er bara fólk verið að finna sín tíma. Og óskar þú eftir, þú veist, ég myndi vilja fá mynd af þessu húsi eða? Nei, ég hef nú ekki gert það nema bara í undantekningartilvikum þá baði ég að því að ég vildi fá mynd af húsi sem að pabbi minn bjó í hérna á Laugabrautinni sem heitir Brunastæðir og þá var hann hérna Bjarni Þór gerði mynd fyrir mig á því. En annars bara leyfi listamannum að ráða. Hvort hann vil mála eitthvað tiltekið hús eða hvort hann vil mála konseptið hús eða hvernig það er bara hans að velja. En samt svolítið svona sammerkt að þetta eru gömlu húsin sem er að vera að mála. Já, það er náttúrulega, þau eru náttúrulega svo fallegt myndefni. Og svo náttúrulega líka eins og sé, svo náttúrulega eru svona hús eins og til dæmis hérna náttúrulega til sem er hérna upp við göngin. Kyrfingsstæðin sem er að hverfa, sem er náttúrulega alveg grátlegt. Nú þessi götumynd hérna, þessi mynd var miklu athygli, þetta er götumynd af Vesturgötunni. Virkilega vel heppnuð mynd. Hérna ertu með Eddu Heiðrúnu Bakman. Já, hérna er þessi mynd hérna, málaði Edda Heiðrún fyrir mig, hún málaði 2 myndir fyrir mig, bæði þessa og svo þessi mynd sem er hérna. Og þetta málaði hún alltaf með munninum. Já, báðar þessar. Báðar þessar. Er hún Skagamanneskja? Já, hún bjó hérna á Skaganum á sínum yngri árum. Geturðu bætt við í myndum? Já, ég er ennþá með beiðnir út í bæ
hjá hinu, því að eins og það Þetta innheimta myndir. Já, við eigum alveg fullt af góðum listamönnum. Sumir bara feimnir við kannski að láta frá sér, en það ég er búinn að sjá hjá mörgum sem bara, hafa þetta alveg, en það bara þarf að stíga skrefið það. Eins og ég hef sagt við sumar hvort þú vil ekki koma hérna og Wall of Fame. Já. Þannig að það er nóg pláss, því við erum hérna auka rými sem bara bíður eftir myndum. Þannig að þá getum við stækkað þetta og haft þetta svolítið. Því þetta eins og ég segi, þessar myndir eiga það sammerkt að þeir sem hafa málaðir, þeir hafa einhver tengsl við Akranes. Þú ert búinn að vera, hvað segirðu, 25 ári í Já, búinn að vera 25 fasteignasölu. í sölunni og Hvað ef þú lítur yfir sviðið? Eru miklar sviptingar í þessum geira? Já, það náttúrulega hefur verið miklar sviptingar og það náttúrulega hefur verið, náttúrulega hæður og lægðir, náttúrulega datt allt niður náttúrulega við hrunið. En Akranes hefur verið, það er mikil aðsókn hérna. Það er búið mikil aðsókn, það sem hefur breyst til dæmis, maður fann breytingu bara á síðustu 2 árið það er að koma mikið af fólki af til dæmis höfuðborgarsvæðinu. Hérna áður fyrir voru þetta krakkar sem voru að koma heim aftur, fóru í bæinn, fóru að læra, stofnuðu fjölskyldu, voru að skila sig heim aftur, vildu ala sín börn upp í sama umhverfi og þau ólust upp í. En núna upp á síðkastið, þá er þetta bara fólk sem á jafnvel engin tengsl, vill bara koma hingað og bara búa í róli umhverfi, stutt að færi Skarkalan og eins og ég heyrði einum til dæmis sem að bjó í Reykjavík og keypti hús hérna og hann sagði við vin sinn, þá var einhver að keyra fram í og hann svona nikkaði. Ég fluttur aftur í svona nikk-samfélag. Þannig að nú nikka má fólki að því að þessi var að vinna fyrir ég maður komið svona nikk-samfélag. Já, Þannig að fólk þekkir. Það er mikill sannleikur í þessu. Já, það er þetta nikk